Ísland stendur frammi fyrir mikilvæga máli varðandi úthlutun fjármagns til mismunandi hópa í samfélaginu. Sérstaklega hefur verið bent á ósamræmi í ákvörðunum stjórnvalda sem stúa stuðningi við afreksíþróttafólk og listamenn. Á hverju ári fá afreksíþróttafólk aðeins 350 milljónir króna í fjárstuðning frá stjórnvöldum. Þetta hefur leitt til þess að börn og unglingar sem taka þátt í landsmótum fyrir hóp hönd Íslands erlendis þurfa að greiða 600.000 krónur úr eigin vasa á hverju ári til að fjármagna þáttöku sína. Til að mæta þessum kostnaði neyðast þessir unglingar oft til að ganga á milli húsa og selja klósettpappír. Þessi staða er óviðunandi og veldur álagi og fjölskyldur og afreksíþróttafólks sem þurfa að leggja mikið á sig til að stuðla að draumum barna sinna. Á sama tíma hefur menningar- og íþróttaráðherra ákveðið að hækka listamannalaunin til örfára listamanna 700 milljónir króna á ári. Þetta við það, afreksíþróttafólkið fær 350 milljónir króna en einungis hækkunin til listafólks er 700 milljónir króna. Þessi ákvörðun veldur því að listamenn þurfu ekki að selja klósettpappír til að fjármagna starfsemi sína. Þetta ósamræmi í úthlutun fjármagns vekur upp spurningar forgangsröðun stjórnvalda og hvaða gildi þau leggja á mismunandi þætti í samfélaginu. Til viðbótar við þetta ósamræmi er einnig mikilvægt að nefna að Ísland greiðir 16 milljarða króna vegna komu innflytjenda til landsins á hverju ári. Hluti af þessum fjárhæðum fer til launa örfára lögfræðinga sem vinna að því að finna ólöglega innflytjendur og senda ríkinu reikning fyrir störf sín. Það er áhyggjuefni að fjármunir sem nýttir eru til þessa verkefnis eru margfalt meiri en þeir sem fara til afreksíþróttafólks sem vinna hörðum höndum að því að gera landinu heiður á alþjóðavettvangi. Ólöglegir innflytjendur þurfu ekki að selja klósettpappír til að standa straum af sínum kostnaði sem sýnir frekar á ósamræmi í úthlutun fjármagns. Afrekssjóður íþróttamanna er aðeins 2,5% af því fjármagni sem fer í innflytjendamál. Samantekið er ljóst að ósamræmi í ákvörðunum stjórnvalda úthlutun fjármagns hefur áhrif á mismunandi hópa í samfélaginu. Það er mikilvægt að stjórnvöld endurskoði þessa forgangsröðun og tryggi sanngjarna dreifingu fjármuna til allra sem leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Ungmenni sem keppa fyrir hönd Íslands eiga skilið stuðning án þess að þurfa að ganga á milli húsa með klósettpappír, rétt eins og listamenn eiga rétt á stuðning til að þróa hæfileika sína án þess að hafa áhyggjur af fjárhagslegum þrengingum.